Þá ætlum við að halda áfram hérna í föstudagsþættinum og næst ætlum við að spjalla aðeins verkefni, samstarfsverkefni Húna Annars og Háskólans á Akureyri, sjávarútvegsdeildarinnar. Eða ætti ég kannski bara að segja þín, Hreiðar? Nei, við erum fleiri í þessu. Já, það eru fleiri innan auðlindadeildarinnar, bæði sjávarútvegsdeildarinnar sem að koma að þessu. Hvers vegna veljið þið að taka þátt í þessu verkefni? Já. Og kannski að segja frá því, fyrir mér líður bara eins og allir eru að vita hvað þetta snýst. Ég náttúrulega bara fór í þetta vegna þess að Steini P. sagði mér að gera þetta og alveg upp sem Akureyringur þá bara hlýðum að Steina sko, að bara geri það sem hann segir. En segjum svo þessi ykkur að horfa, þú veist, í Grindavík, ef að útskýra fyrir honum hvað það þýðir allt saman. Húna Annar sem sagt bátur, byrjum þar. Þetta er bátur sem sagt og bátur sem að Húnafélagið er búin að gera upp, bara búin að vinna frábært verki að gera upp þennan gamla bát. Áhuga fólk þennan. Já, sjálfboðaliðar sem hafa lagt allt sitt í þetta og kríað peninga hér og þar til þess að gera þetta frábæri flegi sem er hægt að nýta þessa marga hluta og hluti. Og það er svona sem að ég kem helst að, það er þessa ferðir sem við höfum farið með sjöttubekkinga hérna á Akureyri. Alla sem næst, förum með það hérna út, hvert bekk fyrir sig. Siglum út á miðin, á meðan við erum á leiðinni þangað, þá svona segið þeim aðeins frá lífinu í hafinu og sýnið þeim svona eintök af alls konar lífverum og svo þurfum við komin á miðin þá bara fyrir að veiða, leyfum krökkunum að veiða fiskinn og og svona segjum þeim þá með hvað tökum fisk og krefum hann og sýnum við hvað er inn í honum og svoleiðis og með æðislega gaman. Og svo grilluðum við þetta og borðum á leiðinni heim. Þannig að þetta er svona fiskur sem krakkarnir veiða sjálfur og fá. Og svo fáum við svona bónus, sko, til dæmis núna í þessum ferðum hefur verið einstaklega mikið að hnúfubökum. Þannig að við höfum fengið svona sem bónus bara verulega skemmtilega hvalaskoðun með þessu. Það hefur ekki alltaf verið því miður, sko. En þessar ferðir núna hafa verið einstaklega góðar, gott veður og fullt af hvölum og yfirleitt nógu fiskur. Og hver eru nú viðbrögð barnanna þegar þau eru að taka þátt í svona? Hvernig upplifun er að vera með þeim í þessu? Þetta er bara skemmtilegasta verkefni sem við tökum þátt í, Húna. Og börnin eru svo glöð og sum hver hafa kannski aldrei séð fisk koma annar staðar frá hann úr búðinni. Þannig það er gott fyrir þau að vita þetta. Að fiskurinn kemur úr sjónum og hvernig hann er og náttúrulega frábær vinna sem þau eru að vinna í háskólanum með að uppfræða þau. Og þetta er í alla staði bara ákaflega skemmtilega og þau fara yfirleitt mjög glöð heim. Hver eru nú svona algengustu spurningarnar og umræðurnar þegar þið farið með þau? Þau spekula náttúrulega dálítið mikið í öryggisatriðunum. Það er byrjað að fara með þeim í gegnum öryggisatriðin og sýna þeim hvernig þau fara í vesti og annað og þau spyrjaði dálítið það. En þau eru samt mjög örugg með sig og ánægilega í alla staði. Mér langar til að koma aðeins inn í þetta með byrjunin á bátnum því að það var Þorvaldur Skaftason og konan Erna sem björguðu þessum báti. Hann hefði farið á brennuna annars og þau náttúrulega byrjaði á því að gera hann upp. Það var búið að rífa hann og úrelda hann og síðan tekur náttúrulega Hollvinafélagið við þegar hann kemur hérna til Iðnaðarsafnsins og fer í hendur Hollvina. En af hverju þessi bátur? Hvað er svona merkilegt? Sko þessi bátur er náttúrulega smíðaður hérna á Akureyri, skipasmíðastöð KEA 1963, er orðin rúmlega 50 ára. Og þetta er eina stóra eikaskipið okkar sem til á Íslandi. Það á búið að farga öllum bátum. Þannig að þetta skip er okkur náttúrulega einstakt. Það var þessi leiðilegi siður á Íslandi hérna áður fyrir að brenna gamla báta á áramótin og svoleiðis, sko. Sem er búin að eyðileggja ótrúlega mikið, búin að eyðileggja mikið af sögu. En þetta er svona betur fyrir að breytast að menn áherslu á að vernda gömul skip og sýna þau. En aðeins varðandi kennslu hlutan. Hvers vegna er það mikilvægt að fara á staðinn og upplifa bara þetta ferli frá öngli í maga með berum augum? Já, þetta snýst bara að kveikja áhuga, það er svo mikið um það og það er oft erfitt að kveikja áhuga í kennslustofum með PowerPoint eða eitthvað svoleiðis, sko, og það er bara allt annað þegar fólk fær að snerta og veiða og gera hlutina, sko. Það er svona opnar svolítið nýja mynd, sko. Ég er mikið til alinn upp á alveg frystihús og var þar svona, meðan aðrir krakkar voru sveit, þá var ég frystihús, það var æðislega gaman að vera þar og skoða fiskana og veiða á bryggjunni og svona, þannig að þaðan fékk ég kannski áhuga á hafinu.
En það eru ekki margir krakkar sem hafa þennan aðgang og þetta alltaf verið lokara og lokara. Við bönnuðum að fara inn á bryggju, það getur dottið í sjóinn. Frystihúsinu orðin eins og hátæknisjúkrahús, lokuð bara nema með sig sótthreinsaður og menn komast ekkert að þessu svo auðvitað, þetta er svo lokað. En þetta viljum við nota til þess að brjóta þetta upp aðeins og sýna hvernig þetta í alvörinu. Nákvæmlega. Að lokum, þið voruð að skrifa undir samning, það ekki? Segðu mér aðeins frá honum. Þetta er semst í annað sinn sem við skrifum undir samning við Akureyrarbæ. Upphafið var þannig að það voru félög hérna sem styrktu verkefnið fyrstu 3 árin. 2012 kemur Akureyrarbær inn í og þá var gerð samningur til 3 ára og síðan endurnýjum við þann samning núna til 3 ára. Þannig að við sjáum þetta verkefni allavegana til 2017. Það var kannski bætæðilega við. Það hafa alltaf önnur bæjarfélög sem þetta verið að sýna svo áhuga líka. Gera þetta. Þetta er alltaf vekur, þetta er verkefni sem er orðið mjög fast mótað hérna og við sem að gera bara hluti þeirra ekki. Já, við höfum fengið fyrirspurnir víða á landinu og höfum fengið beiðnum að koma austur á firði en það er dýrt að sigla skipinu langa leiðir þannig að það væri væntanlega heppilegra að börnin kæmu hingað. Við líka bara viljum alveg miðla af þessu sko, þannig ef aðri vilja gera eitthvað svipað þá endilega viljum við hjálpa til svona, miðla af okkar þekkingu og reynslu í þessum málum sko. Þannig að ástríðan er kannski bara að vekja athygli á hafinu og auðlindunum okkar í rauninu. Já, svo er eitt líka í þessu sem að ég var nú mjög hissa fyrst þegar ég byrjaði. Og það var það að börnin, þau veittu og svo var komið að ég fara að borða fiskinn eftir að búið að vera að fara í gegnum allt ferlið og grilla. Og þá var alltaf ákveðin hópur sem sagði ég borða ekki fisk. Og þegar ég sagði, heyrðu, ef við veiðum fisk, þá borðum við fisk. Jú, þá smökkuðu þau og flest fóru þá og kvöddu mig með því. Ég þarf að segja pappa og mömmu að elda fisk. Þetta eru frábær lokaorð. Takk fyrir komuna og verður gaman að fylgjast með ykkur áfram og takk bæði tvö fyrir þetta frábæra verkefni sem ég veit að er mikil lukka með hérna í bænum og hvet fólk til þess að hafa samband við ykkur og kynna sér þetta. Takk fyrir. Við ætlum þess að halda áfram í föstudagsþættinum eftir augnablik en eins og ég segi, þau taka greinilega vel á móti fyrirspurnum að gera kynna sér það sem vel er gert. Sjáumst á eftir.